Nýlenda landsvæði þar sem ríki utan landamæra nýlendunar ræður yfir. Bandaríkin verða til þegar að 13 nýlendur sem var stjórnað frá Bretlandi lýsa sameiginlega yfir sjálfstæði frá Bretlandi og vilja hætta að vera nýlenda, sem kostaði síðan stríð við Breta. Það voru nýlendur út allt hérna áður fyrr, þetta nú sem betur fer deyjandi fyrirbæri. Margar Evrópuþjóðir áttu nýlendur í Afríku, Spánverjar og Portúgalir áttu nýlendur í Ameríku. Og talaði að sólin settist aldrei til dæmis í breska heimsveldinu, því að Bretar áttu nýlendur út alla jörð, í flestum heimsálfum mis stórar að vísu. Við köllum það nýlendu þjóðir, þessar þjóðir sem áttu nýlendur. Það voru, eins og ég segi, margar Evrópuþjóðir sem áttu nýlendur hingað og þangað og þær fóru misvel með nýlendurnar sínar. Og það voru ekki bara þjóðir sem áttu nýlendur, heldur líka jafnvel fólk. Leópold belgakonungur, hann átti eina stærstu nýlenduna sem var það sem við köllum í dag Kongó. Og hann fór skelfilega með þessa nýlendu, því að hann yfirleitt var fólk að kaupa vörur af nýlendunum sínum, oft kannski ekki mjög, voru ekki að borga háverð, en Leópold konungur, hann keypti ekki neitt, hann bara stal í raun og veru. Hann setti á skatt og fólk átti að koma með ákveðið mikið af gúmí eða einhverjum hrávörum sem á honum vantaði og fekk ekkert fyrir. Í raun, það sem fólk fekk fyrir var að fá að lifa, því að þeir sem gerði þetta ekki, þeir voru drepnir. En Leópold konungur, hann reyndar fór aldrei í þessa nýlendu sína heldur, var með menn í vinnu til þess að halda þessu öllu saman gangandi. En það sprakk nú allt í andlitið á honum, því að þegar fólk í Evrópu uppgötvaði hvað hann var að gera, að þá var nýlendan tekin af honum og belgíska ríkið tók við henni. Þó að þeir hafa ekki verið mikið skárri, þá voru þeir nú kannski örlítið skárri. En það voru alls ekki allar nýlendu þjóðir svona slæmar, en flestar þeirra voru nú ekki alveg til fyrirmyndar, getum við sagt.